Já, velkomin inn aftur. Við erum búin að vera með gesti hérna í 2 hólum, en sittum hérna eftir, Sigurjón. Já. Það nú búið að tala svolítið pólitík. Já, ekki sjálfstæðisflokkinn. Eðlilega. Já. Það er mikið að gerast í pólitíkinni. Já. Við hérna... Nýja ríkisstjórn, borgarstjórn. Það þarf að spá niðurstöðu í sjálfstæðisflokknum? Nei, Ég ætla að spá Guðrún Hafsteins. Sigri? Já, bara ég ekkert, mér finnst bara gaman að spá. Ég spá Höllu Sigri í forsetakosningunum mjög snemma. Já. Þannig að mér finnst það svona... Mér, sko, Smári, það sem að ég held að svona úr, svona, hvað ég að segja, kjarnafylgi sjálfstæðisflokksins, að það eigi áslöf meira. Og meinar í kolkrabanum? Já, og bara, sko, þessu svona Árvakur og þetta flokksegin, þetta svona gömlu, sko, sem eru þarna. Það voru Björn Bjarnason, Sigurður Kári og fleiri voru svona á fundunum hjá henni. Já, ég held að hún, sko, bara vegna hver stóktúrinn er, pappinar er mjög öflugur og stóreigandi, ég held að þessi þriðstætt eigandinn í Árvakri, eða sem heitir eitthvað Þórsmörk. Hann er stjórnarformað þar og það svona sko kallanir í kringu það. En ber hún sök á syndu feðrana á að tellinni það til tekna eða er það verra fyrir hann að pappinar er innstikoppur í bankanum? Já, má það náttúrulega kannski ekki. En ég held það. Ég er ekkert að óska eftir því. Ég bara held að þarna... Maður heyri það í svona þeim hópi sem það eru alls konar hópar sem hafa upplifað að voru ekki ánægð með Bjarna. Það er svona einn hópurinn sem svona eldri hópur sem að tala gamla góða sjálfstæðisflokkinn. Það vil Guðrún nú endilega. Ragnar Önundarson, Vili Egils og fleiri sem oft tala í þessum. Og Jón Kristinn er náttúrulega með fyrirvændi aðstofum að vilja borgarstjóra og svona. Þeir eru svolítið þeim megin, að ég held að þau séu öll Guðrúnar megin. Og svo þegar maður sér að sko gullafólk er sem að voru átök í Reykjavík og sem að Gulli vann yfirleitt sko. Gulli held ég hafi unnið stjórnir og til dæmis eins og Heimdall og hann hafi verið unnið flest af þessum átökum og hann vann prófkjörið þarna, manstu þegar hann hélt ræðuna orðin rallus og sagði eitthvað þau sem alltaf höfðu verið að reyna að grafa undan honum. Það var hann að tala svona instakjarnan. Þau eru komin hana, einhver leyti landsbyggðin, Suðurlandskjördæmi náttúrulega í heilu, þar sem hefur verið sterkt við sjálfstæðismanna og eru margir sjálfstæðismenn. En hún misti fórustuna í Guðrún. Hún er annar þingmaður kjördæmis. Ég held að Enginn að pæli því? Jú, einhverjir sko andstæðingarnir munu segja það, en ég held að það muni ekki ráða. Ég held að vilji landsbyggðarinnar að sé einn af okkur sé meiri heldur þannig og ég held að Áslaug sé svona þóttu hún hafi farið með sem ráðherra út á land og eitthvað svona. Ég held að það dugi ekki sko. Ég held að Guðrún eigi svona hjartað í landsbyggðinni. Gullafylgið, kannski svona þá sem upplifðu að fórustan væri of mikið eins og það er ekki tilviljun að stuðningsfólk Guðrúnar að tala Tiffany flokk og reyna að klína því yfir á Áslaug Örnu að vera svona of fín einhvern veginn. Tilheyri sko kolkrabbanum og ríka fólkinu og sem að hafa ekki, sem að stálu flokkunum af okkur, segja svona smá atvinnurekendur sem ykkur í basli. En svo hafa líka mjög ólíka lífsreynslu. Áslaug Arna hefur alltaf starfað í pólitík. Já, hún er náttúrulega undrabarn. Já, og svo var hún lögga. Já, hún er undrabarn í pólitík. Hvað var hún gömul þegar hún var kosin rítari sjálfstæðisflokksins? Það var bara eitthvað 26 eða eitthvað. Hún var hún sló reyndar ekki metið að vera yngsti ráðherra en það. En hún var nærri því. Hún var komin inn á þing og er ráðherra fyrir 30. Og þannig var Bjarni Ben eldri og þannig að það er þessu dæmum þetta í sjálfstæðisflokknum. Hvað var Davíð, Sanna Magdalena sló með Davíðs fyrir að vera yngsti kjörni borgarfulltrúinn. Þannig að sjálfstæðisflokkurinn oft veðjað á ungu kynslóðina. Og það held ég að, svo heyrðir ég á Söndru, hún var svolítið að tala kynslóð og svona. Það munar 20 árum á þeim. Áslaug Arna er 35 á þessu ári en Guðrún Hafsteins er 55 á þessu ári.
Já, nei, þetta svo ólíkt sko, það sem þeir hafa gert áður því að Guðrún náttúrulega sko, eins og sagði sjálf frá að þegar að byggja upp Kjörís og að færi pabbi hennar, hann verður bara bráðkvættur. Já, þegar hún 21. Hún 23 ára. Og hún fer niður í Kjörís til að tilkynna andlátið og jafnframt að hún væri tekin við hans störfum. Hann bara 23 ára. Svo náttúrulega var hún seinna formað samtaka iðnaðarins, varaformaður samtaka atvinnulífsins. Þannig að hún hefur eflust, kannski þetta er rétt að segja, hún hefur kannski alveg sko sambund þaðan líka. Það meðast Ási, Ásmundur, tala svolítið á þessum nótum að það væri munurinn á svona hvaðan þau koma og þá er hann að leggja áherslu á þetta. Að nú er komið tími til þess að við fáum formann sem hefur raunverulega reynslu af atvinnulífinu, kann að fylla út vaskskýrslu, veit hvernig það er að óttast hvort að maður eigi fyrir launum næstu mánaðamót og þetta allt saman. Það hefur kannski ekki verið ástandið í Kjörís undanfarið, en það var sannarlega á þessum tíma. Kjörís var bara pínlítið fyrirtæki til að byrja með. Þannig að þetta á eftir að spila inn í og ég er náttúrulega tala við hellinga sjálfstæðismönnum bara fólk sem stoppum út á götu og þú þekkir það. Og ég ætla því mér skaman að veðja, nei ekki veðja, mér ekki gaman að veðja, mér skaman að spá. Ég ætla að spá Guðrún Hafsteinsdóttur. Og að því að við nefndum hana líka, ég man alveg eftir þessu þætti, það sem hafa verið að tala svona og ég tróði henni inn og sen hvað með Guðrún Hafsteinsdóttur. Þannig að ég ætla að því að mér langar að segja eftir kosningarnar 12 svo. Það er svo gaman. En við þurfum að endilega reyna að fá að ringa til okkar næstu helgi. Já, við höfum fengið í svona alls konar kosningum. Við vorum með VFR fólki síðast sem er að bjóða sér fram til formanns VFR. Við verðum með það verður kosningi í félagi hjúkrunarfræðinga. Þær koma held ég til mín á 50-daginn. Það eru 3 í framboði, meðal annars góð og gegn sjálfstæðiskona sem satt á þingi held ég. Og við vorum náttúrulega rættum við alla sem voru í frambúði til biskups og forseta nema Katrín Jakobsdóttur. Já, hún vildi ekki koma. Það er eiginlega, ég myndi benda fólki á það að það er ekki snjallt að neita að koma við rauðaborðið. Bjarni vildi það ekki. Nei. Og hann gekk ekki vilja í kosningum. Katrín vildi það ekki og gekk ekki vilja í kosningum. Sigmundur Davíð vildi ekki en hann svona bætti á. Jú, hann bætti, en það var ekki sá sigur sem hann stemdi að. Hann náttúrulega tapaði síðustu 10 dögum kosningabaráttunnar. Það held ég að verið, hann bjargaði í Sjálfstæðisflokknum. Ef að Sigmundur Davíð hefði verið í stuði og ekki orðið of mikill Sigmundur Davíð, þú veist að því að það er einhvern veginn þannig að hann hefur eitthvað svona kjörþokka með því að vera Sigmundur Davíð, svo svona verður hann of mikill Sigmundur Davíð, þannig að verður svona hálfgerður trúður og þannig var hann svona síðustu 10 dagana. Ef hann hefði ekki mist svona taktinn og orðið of mikið hann sjálfur, þá held ég að Sjálfstæðisflokkurinn hefði bara endað í 16% með eitthvað. Þannig að ég held að Sjálfstæðisflokkurinn geta þakkað þessu lundarfari Sigmundar Davíðs sem að vill ofleika sjálfan sig. Það er að verða svolítið þreytt. Sem að hann hefði bara eitthvað, sem er náttúrulega svona mannlegt, að þú ert eitthvað staðar og ert að leika eitthvað og svo klappað og þá heldur þú að fá meira klappað og gerir meira, þú veist. En það er ekki alltaf þannig, sko. Fólk er að klappa á okkur svona fínni línu, að það er gaman að sé alvöru stjórnmálamaður sem er svolítið skrítinn, en það er ekkert gaman að eitthvað sé bara skrítinn, sko. Nei, það er stundum samt gaman að hlusta á hann í þinginu þá sjaldan að nerðar. Sko. Hann er í stöði núna því að það kemur svona áfall, Sjálfstæðisflokkurinn er bara upptekinn og svo kemur þing saman og Framsóknarflokkurinn er þriðji, hann er bara ekki með og er bara í sárum. Sigur Ingi er í fílu. Já. Og þá kemur svona svið þar sem að Sigmundur Davíð fær svona að leika eins og leiðtogi stjórnarandstöðunnar sem ég held að Sjálfstæðismenn er það aðeins að hugsa sko ég meina það er kannski ekki snjallt að leyfa honum að vera Já. Koma með eitthvað á mótunum eða svona til að taka athygli líka. Svolítið myndina sem að var stjórnarandstaðan tók af sér, það var sameiginlegur fundur eða svona partí. Já, það tekið þannig, þetta er ekki smiðja nýja húsi. Já. Og þá voruðu öll svona, Þórdís Kolbrún satt svona upp á borðinu, þetta var allt svona rosalega frjálslegur svona hópur og einhver reyna að teygja sig til þess að vera á myndinni, svona allt í lagi. Svo veggur á bakvið og svo kemur svona endarveggurinn. Þá var Sigmundur Davíð að gæjast
Þannig að Sigmundur Davíð getur verið ógeðslega fyndinn, sko. Og þessari mynd var að það alveg bara ótrúlega fyndinn. En hann má bara ekki, sko, það gott að vera fyndinn, en svo kannski ekki á það ekki alltaf við, saman hvað umræðu ert. Mér fannst hann að það voru að hæla hann í eldursteginum, mér fannst það fara allt og langt í því að reyna að teygja eftir einhverjum bröndurum, sko. En það svona því að ég vil hafa pólitíki sé fyrst og fremst bara alvöru mál. Ég meina, þetta náttúrulega, við erum að tala bara mikilvægustu málin okkar. En það má vera með húmor. Hvernig heldur þú að verði meiri hluti í borginni? Við ræddum ekkert svo mikið það. Ég flesti svona gera ráð fyrir þetta verði eitthvað. Ég verða ekki að gera það. Það eru fáir aðri kostir. Einn kosturinn Sjálfstæðisflokkur, Samfylking og Viðreisn. Þetta það líklegt? Nei, eða með sósíalistar. Nei, það Viðreisn neitar það líklegt? Nei, Viðreisn neitar að vinna með sósíalistum. Hún sagði það að hún lofa. Og svo það þeir sem að neita að vinna með Sjálfstæðisflokkurinn eru VG, sósíalistar, Píratar, Flokkur fólksins. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur eiginlega bara þennan núna. Það hálf barnalegt. Að neita? Nei, ég vil ekki vinna með. Nei, mér finnst það bara, vonandi verður þetta þannig að þetta verður upphæfið af bara svona blokka stjórnmálum þegar við erum með svona marga flokka. Að það verður flokkarnir að segja, maður átti VG ekki að segja hérna, hvað var það, 2017, við ætlum að fara að vinna með Sjálfstæðisflokknum. Heldur að hann hefði fengið þessi 17% fylgi ef hann hefði gert það? Hann hefði fengið kannski 7%. Af því að hann tók bara fylgi það sem hann var, hérna við erum höfuð anstæðingur Sjálfstæðisflokksins í íslenskum stjórnmálum og fór með það til Sjálfstæðisflokksins. Auðvitað, hérna, ég minnst það bara sjálfsagt að flokka að segja þetta. En hvað þið finnst það ekki? Jú, en ég veit að þetta verður aldrei. Það ganga allir óbundnir til kosninga, við þekkjum það. Nei, það eru sumir sem að gera það bara ekki. Þeir segja það alltaf. Mér finnst það ágætt að Viðreisn hefur komið fram og alltaf bara segja að við erum til að vinna með öllu flokkum nema sósíalistum. Og sem að þýðir náttúrulega það að Viðreisn telur sig geta dregið allt til hægri, eins og þið gerðu náttúrulega í meirihlutanum sem að var í borginni. Það var náttúrulega rosalega hægri sem það er. Og þess vegna finnst mér gaman að fylgjast með Samfylkinguna. Nú er Samfylkingin byrjað að tala um félagshyggju og eitthvað fleira sem hún mátti eiginlega ekki þegar hún var í hjónabandi með Viðreisn og svo Framsókn. Þannig að mér finnst þetta Hvað segir þú nýjan meirihluta í borgarstjórn? Ég held að muni allir sem eru þarna við borðið reyna að ná þessu saman. Og svo það bara spurning texta að það því að það kemur fólk saman með góðan ásetning og ég meina allir gera sér grein fyrir alvöru málsins en svo þetta 14 mánuðir þannig að þetta ætti að vera svona skemmri skýrn einhver en svo getur vel verið að einhver telji að þessi ætti að vinna einhver að sigra við borði sem að eru kannski ekki raunhæfir og yfirleitt það þannig að síðustu metrarnir í öllu sem þetta gera eru alltaf erfiðastir. En svo þetta að þetta viðkvæma að skipi stöður. Hver að vera borgarstjóri? Það hefur alltaf tekið stinga til og vinstri meirihluti 78 ákvað að gera það ekki og tapaði stórkostlega á því að velja Egil Skúla. Ég held að það verið miklu betra að velja sem var mikill sómamaður en ég meina ópólitískur borgarstjóri hefur aldrei verið Þórólfur Árnason. Það var ekki snjallt heldur. Þannig að ég held að það bara allir reyna líklega og einhver verður niðurstaðan og þannig það bara. Það verður sumstaðar reyndar út á landi það eiginlega algengar að þessi ráðinn sveitarstjóri. En svo árið eftir, kosningum eftir, þá hann alltaf kominn í fyrsta sæti í einhvern lista. Þannig að kannski alltaf ekki gerist. Það mjög oft. Þannig að mér finnst að ég að velja bara einhvern úr pólitíkinni og það verður þá bara komið ljós. Ég hef sagt að ef það á að vera fersk byrjun þá myndi ég velja Sönnu Magdalenu og það var svolítið þegar ég var að segja hún í stað þessi Vili Kastlösi þá var svolítið hún Helga sem alltaf reyna að stríða með þegar að mætir að segja öllu þykir börni sínu falleg. Málið náttúrulega að Sanna með afburðar fylgi meðal Reykinga. Það 25% sem að taka þátt í borgar sjánni hjá Maskínu og ég held að Gallup hafi líka spurt að þessu. Þannig hún bara með afburðar stöðu umfram aðra borgarfulltrúa. Og þess vegna finnst mér að ef þú ætlar að ná einhverju, það ekki tilviljun að Samfylkingin náði Jóhönnu Sigurðardóttur til að leiða ríkisstjórnina eftir hrun.
það þarf að, þegar það er eitthvað svona mikla breytingar, þá þarf það að ná inn eitthvað sem hefur sko traust meðal almennings og eini af þessu sem situr hann við borðið sem hefur eitthvað slíka stöðu er Sanna. Það er borgarstjórn í allir í. Og ég meina, og ef að sagt, ég meina, hún er bara, það er bara 2 borgarfulltrúar en Samfylkingin er með 5. Þá er sem er að segja, já, ég meina, er ekki komið bandalag á milli VG og Sósíalistaflokks, það eru 3 og ef Flokkur fólksins sem eru 4, ég meina, akkur þetta þessi 9 flokkar sem eru að koma og gera þennan meirihluta mögulegan, akkur á ekki sko borgarstjórn að koma þeim hópi, frekar en þeim sem að mistu gamla meirihlutan, mér finnst það. En ég sitt ekki við þetta borð og ég er ekki spurður. Nei. Nema þú að spyrja mig. Það eini sem hefur spurt mig það er þú. Nei, ég segi það ekki að spyrja mig hver að vera borgarstjóri. Það má ekki að pæla í þessu. En hver finnst þér að vera borgarstjóri? Sanna Magdalena. Ég er ekki nokkur um ég veit út af þessum rökum. Og eins líka, það sko, þegar hún er í svona debatt, hún er að ræða pólitík, þá skilur hún aldrei neitt eftir. Sko. Þú veist, þú skilur fullkomlega hvað hún að segja. Og svo er hún bara búin, sko, hún er ekki að hanga orðinu neitt, hún er bara, svo hefur hún svona kjörþokka, svona geisla svolítið af henni og mér finnst hún hérna alveg sjálfsög sem næsti borgarstjóri. Ég veit ekki hvort þú sé ennþá yngst, ég held ekki. En hún var yngst þannig og mér finnst alltaf svo skemmtilegt þegar það var verið að ræða borgarmál, þá leit alltaf út eins og hún væri sko hérna fullorðni maðurinn í hópnum. Þannig það er eitthvað ótrúlegt þessi við hana að hún er svona ung en hún er með eitthvað svona ég veit ekki hvað þetta kallar gömul sál eða svona eitthvað þroska þannig að hún er aldrei ungæðisleg. Nei, svo fær hún sko málsveit alltaf þannig fram að þú skilur alveg frá fyrsta orði og þetta er bara mjög skýrt og það er bara eins og þegar hún talar húsnæðisskortinn sko. Ég var að meina þetta í Kastljósi meðan hún hérna bara ótrúlega flott nei, fyrir ekki við síðan. Já, ég líka. Þetta er ótrúlega flott. Já, mér líka. Já. Á meðan að sumir voru svona að gefa í og úr og voru svona óljósir og eitthvað svona, þá veist mér hún bara leggja bara sitt fram. Já. Og var ekkert að keppast við að hafa orðið lengur heldur en einhver annar, bara skýrt og skornort. Það er bara vísirinn í. Hvað heldur að verði Einar ef að þessi meirihluti verður? Munu Framsóknarmenn segja að þú reyndir en klúðraður þessu? Já. Heldur það? Ég held að. Lilja fari í borgarstjóran? Borgarstjóra kandidat Framsóknarflokksins? Já, eða í fyrsta sæti. Heldur það? Nei, ég veit ekki. Ég grunu það. Heldur að Gulli fari í borgarmálinn aftur? Já, einhver er talað það. En ég held að sko ég hef ekki trúið því. Lilja ætlar að byrja á að reyna við að verða formaður flokksins. En hún þarf að verða kjöri fulltrú einhvers staðar? Nei, hún sagði ekki. Nei, en ég meina heldur hún mun ekki reyna við borgina eða? Jú, það er svolítið annað mál, sko. En Ási, hvað heldur að verða Ásmund Einar Daðarsson? Það hefur lítið heist á honum. Nei, var ekki komið ykkur að vinna eitthvað? Ég hef ekki bara búið spil hjá honum. Heldur hann þessi hættur í pólitík? Já, ég veit ekki. Nei, ég finnst það ótrúlegt sko. Já. Hann var náttúrulega að koma ungur inn á þing svo sem með VG. Var hluta af villiköttunum, fór yfir í Framsókn. Var á tímabili, ég meina, kosningasigurinn 2021 og kosningasigurinn í sveitarstjórn 2022 er mikið honum að þakka. Hann var á rosalegu flugi sem svona ráðarann sem að flesti tristu. Barnamálaráðar. Já. Þannig að mér skrítið að það var svona maður sem flóið svona hátt sko, allt í einu bara snúið sér bara ykkur öðru. Já. Hann er nú ykkur business með pappa sínum, ekki ykkur svona landbúnaða business. Nei, ég held að hann hafi sagt að það væri langt síðan hann gert það, þegar það var verið að skrifa mann sko, þessi málans. Hvað heldur að verða Bjarnar Ben? Hann verður stjórnarformaður í hinum og þessum félögum föðursins og sinna fjölskyldu. Hann fer ekkert í daglaunarvinnu sko. Pappa sem náttúrulega fallið frá þannig að hann vantar kannski svona oddvita fjölskyldunar í business. Já, nú veit ég ekkert sko hvernig sko þeir eru 3 bræður og Bjarni er yngstur. Ég veit ekki hvernig hinir eru, hvort að þeir eru business með hafi verið með pappa er ykkur business eitthvað, ég veit ekki. Það getur verið sniðugt að taka svona gamlan stjórnmálamann í business. Það eru menn að gera í Bandaríkjunum og
svona fyrirverandi þingmenn og svona eru stjórnarformin út alla trissur. Það gekk nú ekki vel síðast á stjórnarformaður, það fór allt. Össur alltaf einhverju svona kynverskum business af því að það þykir líklega snjallt frá kynverjunum að vera með fyrirverandi utanríkisráðherra á fundum til þess að semja hitt og þetta. Þannig að það svona dæmi að menn fara úr pólitík yfir í business á Íslandi líka. Svo eru menn sem hafa orðið bara auðugir á að vera fyrirverandi stjórnmálamenn eins og Bill Clinton og Obama núna og Tony Blair, þetta er orðið bara mjög auðugir menn. Það á allt annað, það ríki, það allt öðru vísi. Það ekki allir sem kjósa að gera pening úr því eins og Bill Clinton og Obama. Ég held að hann átti náttúrulega pening fyrir Bush yngri, hann fór bara heim og fór að mála myndir. Og ég Carter fór bara heim og reyndi að búa til frið í Miðausturlöndum og hér og þar. Þannig það ekki allir sem að fara bara eins og Blair og Clinton og Obama bara út í eitthvað svona business. Svona halda ræður. Já, halda ræður og ég held að það ekki Obama einhver framleiðandi, einhverju myndum sem verið að sína og Netflix og Clinton náttúrulega rukkar í hvað kostar að fá hann. Ferðast allan heiminn og hann er stórauðugur maður. Svo það er verið að selja aðgengi að tengslanetið þeirra þegar þeir eru komnir og verða orðið stjórnarformin og allt annað slíkt Þannig ég veit ekki. Katrín Jakobsdóttir, hvað verður hana? Hún er komið með, þú getur fara námskeið reyfara hjá henni, hún er með því endurmenntun. En svo er líka ykkur saga, kannski ósann, að hún gæti orðið næsti borgarstjóri. Ég finnst það mjög ólíklegt. Finnst það ekki ólíklegt? Jú. Nei, bara út frá henni, það er bara ár síðan og tilkynnt að vera hætt í pólitík. Með þetta mjög þá er hún ópólitísk. Flokkunin er farin. Nei, hann er leiðatar á hann verið þarna. Hefur ykkur nefnt þetta í alvörunni eða? Ég veit ekki. Nei, ég sá þetta, það var á deva.is eða eitthvað. Já, ég sá þetta. Það var eitthvað kosning og þar var Sanna langefst. Miklu ofar, það var búið upp á Katrínu. Og í þessum kostningu sem hafa verið, hvernig viltu fá svo næsta borgarstjóra, það Sanna er alltaf efst Þannig ef þú myndir spyrja fólk út á götu, þá er hún langbesta stuðningin. Já, við höfum séð það, Smári. Það var daginn, þá var þáttur hjá okkur og þá var Sanna með okkur og þá sáum við bara svona hvað fólki bara tók í hendina á henni, hilsaði henni og þakka henni fyrir Hún kom mjög vel út úr kostningabaráttunni í haust. Það er merkilegt með kostningabaráttuna hjá ykkur frá Suðurlandsmálum. Þú og Sanna til þess mældu bæði inni fram að kostningum. Svo kemur fall í kostningunum og svo þetta sást í það fór niður fylgið alveg síðustu dagana og ég held þetta sé bara, ég hef reynt að benda á þetta, þessi 5% þröskuldur, að þú þarft eiginlega bara að vera með 8% þú sér það á Framsóknarflokknum, hann fekk minna út úr kössunum heldur en kannanir höfðu sýnt í lokin og það er bara áhrifin af þessu að fólk vill ekki að atkvæðin tapist og vill kjósa taktíst og ég held að ef atkvæði farið frá sósíalistum og líka VG og Pírötum og Framsókn yfir á Samfylkinguna, Flokk fólksins og Viðreisn. En það Samfylkingu kom miklu hærra út úr kosningum í fyrsta skipti í sögunni, þá er Samfylkingi með meira upp á kjörkossunum heldur var í könnunum fyrir kosningar. Akkur heldur það sé. Það er komað fylgi sem kemur frá þessu flokku ferðana, sama með Viðreisn og kannski ekkert svo merkilegt með Flokk fólksins. En þessi flokka komu eiginlega betur út heldur en stemdi í og ástæðan er bara þessi þröskuldur sem er hann. Þannig að sósíalistar ef þeir ætlar að komast inn á þinga þá verða þeir helst að mælast með 8% viku fyrir kosningar. Það er bara þannig íslenska kosningakerfið. Ég ætla að segja svo strax eftir kosningar þá mældust aftur inn í Þá verðum við með 6% sem var eiginlega sama að vera með og það er líklega fylgi í sósíalistana en ef það væri bara eðlilega kosningar væri ekki meina 5% þröskuld þá held ég að sósíalistar myndu fá 6% og ég meina það minnst að sína það líka og en þetta er bara, svona er það og kannski verða sósíalistar og fleiri VG og Píratar að velta fyrir sig hvernig allra hegða þeir í borgarlegum kosningum þar sem að þetta eru leikreglunar og ég veit ekki hvað kemur út af því. Herriði, nei, við veitum ekki neitt. Við erum komin alveg margar kosningar framur okkur. Hefur þú trúa því að þau voru að tala það að nú er á að kjósa nýjan formann Sjálfstæðisflokksins
Og markmiðið er að vinna borgina og það verður lagt svolítið á nýjan formann að stilla sökundið þannig upp að vinna borgina, svo vinnaði náttúrulega ekki borgina og þá er fyrir nýji formaðurinn, hann byrjar á tapi. Ég held að nema þið geti þá myndað meirhluta með einum öðrum flokki og eiga borgarstjóran. Það er eitthvað svoleiðis, já. Ég held að þessi ekki að vinna á í Hafnarfirði, ekki að vinna á í Kópavogi. Ég held að svona stjórn þeirra í þessu sveitarfélagum sé ekki neitt rosalega vinsæl í sveitarfélagum. En það er kannski komið langt fram á okkur. Já. Látum þetta duga í bili, Sigurjón. Takk fyrir samfélgina og gestunum þakka ég sem að vinga komið og Pétri Fjellsteð sem hefur tekið upp og sendt út og ykkur þakka ég mest sem hafi staldrað við og hlustað eða hort. Það er þið sem hafi byggt upp samstöðina. Þið byggja meira upp dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamina frá efni sem ykkur líkar hér og þá kíkir fólk á síðunar okkar á Facebook og YouTube eða í hlaðvarpið. Við erum í öllum hlaðarsveitum bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Þið getið farið á Síni Egils og hort á þennan þátt ef að þið hlaðið því niður. Við erum í útvarpinu 89,1 á Stóra höfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilarann, spilari.is á netinu og spilari líka app sem má hlaðinu í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum í sjónvarpinu hjá þeim sem eru svo heppin að skipta við síman. Það erum við 5 á fjastýringunni. Við höfum reynt að tala við Vodafone og fleiri fjarskiptafyrirtæki við bara náum einhver sambandi að þau vil ekki dreifa efni samstöðuna til sinna viðskiptavina sem er synd því að hérna eru 24 tíma sólarhring 7 daga vikunar allan á sig hring samfélagsumræða í þessu þætti við rauðaborðið og í öðru þáttum samstöðunar kannski munu þau sjá að sér, ég veit ekki en það sem að drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur það eru rúmlega 1500 mann sem hafa gert það allir leggja eitthvað til það kostar 2500 krónur að vera áskrifandi hérna sem að mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með þetta efni sem við búum til en áskrifendur mega borga meira sem að vilja en þú getur skráðig ef þú kannski löngu búin að ákveða að samstöðin sé mikilvægur fjölmiðl og við vorum svolítið að ræða stöðun á fjölmiðlamarkaði og þetta er grafalvarleg staða ef þú vilt halda samstöðinu gangandi þá ættur að íhuga að gera það áskrifandi. Þú ferð inn á samstöðun.is það er hnappur sem ástendur áskrift og það getur þú skráðig. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. En þetta komið nóg í bili. Ég verið hérna aftur annað kvöld og kannski Sigurjón líka, þá verður rauðaborðið hér, byrjar klukkan 8. En ég þakka fyrir í dag og segi bara njótið þess sem eftir er af helginni.